Ok, ég heiti Jón Grímsson og vinn hjá Atlanta, eða Avion Group heitir það víst í dag. Og flýg 747-400 og 300 og 200, ekki jöfnum höndum, en þegar að það er smá conversion kúrs þar á milli og sérstaklega annar flughermir náttúrulega. Manstu hvenær flugáhuginn kviknaði fyrst? Maður ekki nákvæmlega, það var mjög snemma út af því að ég var svo heppinn að ég var uppalinn í sveit, var uppalinn við Patreksfjörð sunnanverðan, þar sem seinna kom Patreksfjarðarflugvöllur. Áður en sá völlur kom til þá kom Björn Pálsson oft og lenti í sandoddanum austan við völlinn núverandi, það er svona bogadregin fjara. Þar sem hann lenti bæði 180 sinni og Jeff Wall sem var Twin Bonanza. Þetta var mjög stutt braut en virtist vera mjög vel fyrir hann. Það kom fyrir að hann lenti á frosnu stöðuvatni á veðna líka. Þannig kom þessi flugvél til, svo las maður bækur. Ég man eftir árlega valdi í mínu lífi. Það var bók sem hét Svifflugmaðurinn. Og var sænsk bók, þýdd á íslensku. Og svo skemmtilega vel til að þessi bók var svo til þess að koma Arngrími Jóhannsssyni líka út í flugið. Reynda fór hann í svifflug í byrjun, en ég hef aldrei stigið upp í svifflugvél. Og hvenær fengstu fyrsta tækifæri til þess að fljúga sjálfur? Það var ekki fyrir en að ég, vegna þrjósku minnar því ég var búinn að flaska á menntaskólanámi og flestu af því sem foreldrar mínu kostuðu mig í, þá ákveði að fara að vinna bara eins og hver annar og þegar ég átti fyrir flugnámi þá sjálfur, þá fór ég út í flugnám og tiltölulega seint, ég var 26 ára gamall, sem þykir mjög seint, enda var ég seinna kallað gallimaðurinn og í hópi 4 manna sem fengu fyrstir vinnu, alvöru vinnu hjá Arnarflugi innanlands 1980. Ég byrjaði að læra hjá flugtak 1977 í júní og fekk sóló í ágúst 77 og einkaflugmannspróf í desember 77. Síðan var atvinnuflugprófið í desember 78 og kennarapróf í febrúar 79. Svoleiðis að ég var tiltölulega snöggur að þessu. Það er náttúrulega, bæði var ég snöggur í þessu verklega. Ég var reyndar að vinna út á landi í vinnuflokki sem þetta sumar 78, þar sem ég var í burtu yfirleitt í halva mánuð, kom svo heim í 6 daga, var heppinn með veður og gat flogið eins og brjálæðingur. Og þannig ég var frekar slöggur að þessu, síðan var bóklega námið náttúrulega öðruvísi, því var öðruvísi hátta heldur en í dag. Það hafði sína kosti en líka sína galla, en það er náttúrulega menntunum miklu betri í dag. En í dag er erfiðara fyrir menn sem stunda vinnu með námi, það er nánast útilokað í þessu flugi. Þá var þetta leikurinn. Manstu eftir fyrsta sólófluginu, var það sérstaklega eftirminnilegt? Já, eiginlega var það út af því að ég man að skömmu eftir flugtak þá opnaðist hurðin á vélinni. Sem náttúrulega skiptir ekki máli en það er mikill hávaði eins og við og hún hnykkist til, þetta var 1650, minni að vera Friðrik Teitur Bjarni. Og ég var náttúrulega skelkaður, allverulega skelkaður. Þess vegna man ég það svo vel. Já, og hvenær fengstu svo fyrstu flugtengdu vinnuna? Það var, ef hann segir svona fyrstu alvöru vinnuna, það var 1. júní 1980. Þetta var mjög slæmt ástand á markaðnum saman við vinnu. Það voru margir í uppsögn og enga vinnu að hafa, bókstaflega hvorki hjá flugleiðum né öðrum. Á þessu augnabliki þá hafði Arnarflug innanlands auglýst eftir 4 flugmönnum, aðstoðarflugmönnum, til þess að fljúga á Tvinnóttir félagsins. Og þá sóttu held ég 70 manns sem þótti alveg gífurlega mikið þá. Núna skeður þetta náttúrulega alltaf, enda allt annar landslag í þessu. Og þá fengu 4 vinnu, það var ég, Helgi Þorsteinsson, Atli Unnsteinsson og Friðrik Jónsson. Og þá kem ég að þessu sem ég sagði áðan, þá var ég kallaður gallimaðurinn, því þeir eru allir yngri en ég.
en þó ekki, ég mun að þeir hafa verið 22 ára, það munaði 4 árum, en þið veitir 4 ára aldursmunur mjög mikill þegar maður er ungur. En það á undan þessu hafði ég unnið bæði við flugkennslu eins og allir gera, bæði í Reykjavík og hjá flugtak í Reykjavík og á Sauðárkróki hjá flugfélagi Sauðárkróks og síðan hafði ég unnið hjá leiguflugi Sverris Þóroddssonar líka svona pínlítið. Manstu eftir einhverju svona skemmtilegu eða einhverju hrikalegu úr flugkennslunni? Nei, ég var nú heppinn með það var nú ekkert svona sem ég man eftir sérstakt sko. En þegar varnarflugi? Já, það er ekki laust við það að ég muni eftir einu. Það er eins og að hafa elt mig ólánið sambandi við flugvélargerðinni Piper Aztec. Það er alla sem ég stíði upp í þannig vél að ég hef ekki lent í einhverjum vandræðum. Ég reyndar skiljanlega hef ég flogið þeirri vél mjög lítið vegna þessa. Og einu sinni lenti í því manni að það var vetur og þá vélinn var að láni til innanlandsflugs Arnarflugs. Ég minni að þessi vél hafi verið eign Suðurflugs á Keflavíkurflugvelli og ég fór á Hólmavík, bara venjulegt áætlunarflug og þegar að farþegar tilbaka í því flugi voru minni að verið 4 farþegar og einn af farþegunum var kona sem var komin alveg að barnsburði og var að fara suður til að eiga barnið. Og það var alveg hörkufrost en fallegt veður og ég fór í loftið í Hólmavík svona, já, það kemur ekki óvart þó ég hafi raun og verið farið í loftið ólöglega eftir myrkur. Það er alltilegt að segja frá því svona seint á eftir. En í flugtækinu sjálfu þá hikstaði mótorinn sem er náttúrulega óþægilegt að því svona vélar gera ekki mikið á öðrum hreyfli en þetta virtist hrökkva í lag aftur. Þangað til okkur upp í 5.000 feta hæð þá stindi á honum og svoleiðis að það var ekkert annað en að gera heldur en bara stefna á Reykjavík og þegar ég fer að hugsa ráð mitt þá sé ég það ég vissi náttúrulega ekki hvað hafði orsakað þessa bilun og fór að hugsa alla mögulega hluti. Það gæti verið bensínstífla, það gæti verið frosið í tanknum eða eitthvað og ég sá það, ég myndi ekki komast til Reykjavík nema þurfa að skipta milli tanka og það þorði ég ekki að stóla á að myndi ganga. Svoleiðis að ég lenti á Stykkishólmi, það var engin ljós á brautinni, vél er rafmagnslaus af því einhverjum ástæðum þá fór allt rafmagn af henni og þegar ég lenti, það var tungsljósið sem reddaði mér og þegar ég var að setja niður hjólinn, þá neituðu þau að fara niður. Sem enginn skilur að því reyndar er hydraulikpumpa öðrum megin, en það var ekki þeim megin sem mótorinn var bilaður. Svo ég þurfti að pumpa þau niður með höndum. Og þið getið ímyndað ykkur að maður var svolítið blóðbragð í kjaftinum á henni þegar maður eftir lendingu. Og sérstaklega konan svona kom með hríðir sko, og af hræðslu sko. Svo þetta er nú það versta sem ég lendi í. Þetta er óþægileg saga. Hvernig, já, ég er nú að spyrja aðeins út í vinnunum núna. Hvers konar, hvernig vinnu fyrirkomulagið er? Nú vinnið mest erlendis, er það ekki? Við höfum þetta Atlanta armur, höfum ekki stundaflug til og frá Íslandi síðustu árin og það er allt erlendis og það vinnur fyrirkomulagið þannig að við vinnum 3 vikur erlendis og 3 vikur heima. Og í þessum 3 vikum heima, í þeim eru innifalin öll frí. Og við kunnum þessu fyrirkomulagi mjög vel. Það er spurningin hvernig, það er náttúrulega, þetta er ágæti fyrirkomulega á svona félagi sem stundar bara sína vinnu erlendis og þetta er svo kallega wet lease. En það er kannski ekkert, mann getur ekki borið saman á flugleiðir og Atlanta. Mann ger oft þann feil að draga eitthvað samansemmerki þarna á milli. Það er ekkert endilega eitthvað systempassi flugleiðamönnum sem passar okkur og öfugt. Og menn gera oft þennan feil að draga þarna saman. Menn verða að skoða struktúrun á hverju félagi. Reyndar hef ég tekið eftir því að núna þegar flugleiði fór í þennan þessa wet lease undirmerkjum loftleiða hvað sem það er, þá eru menn frekar ánægðir með
það að fara beint í vinnu þegar þið koma heim. En upphálega 3 vegna 3 og 3 kerfið sem við erum í, það er tilkomið þegar við vorum hvort sem að fljúga til og frá Íslandi líka og þá var það þegjandi samkomulag að við værum að fljúga heima í þessum 3 vikum eitthvað. Það var aldrei lagt niður og lagða línurnar nákvæmlega í því. En menn gerðu það bara, enda höfðu þau gaman að því. Ég meina þegar menn fá ekki að fljúga heima hjá sig þá er gaman að gera annað slagið, eins og þið vitið. Þetta var á þeim árum þegar Atlanta var allt annað félag og það var svona pæjanubragur á þessu og var gaman að þessu. Menn horfðu ekki á kannski 1 frídag. Nú er þetta alveg gjörbreytt. Viðmótið er allt annað hjá félaginu. Svoleiðis að allar línur hafa skerpst og er allt miklu harðari veröld því miður. En hvernig gengur mönnum svona sameina fjölskyldulífið af þessu flumastarfi hjá Atlanta? Það gengur mjög illa í byrjun hjá flest öllum og enda náttúrulega vitið að það er mikið rót á privatlífinu hjá fólki, margir hjónaskilnaðir og sem fylgir þessari stétt og sérstaklega kannski erfitt þegar menn eru svona erlendis helminginn á sínum tíma. Þetta er erfitt út af börnunum líka og þetta venst eins og hvað annað. Já. Segir frá flugvélum sem það flögi? Já, þegar ég sagði var að tala Twin Otter á hann. Það er stór skemmtilega tæki. Ég byrjaði sem aðstofaflugmaður á Twin Otter. Svo þegar ég var komið eitthvað meira tímum þá fór ég að fljúga Chieftain sem flugstjóri, það er ekkert annað að ræða. Cessna 402 flög ég dálítið og þessum Aztec, eitthvað mjög lítið sem betur fer. Og síðan fór ég í utanlandsdeildina 82. Þá byrjaði ég á svolítið merkilegri flugvél sem heitir Boeing 720 sem er svo lítil 707. Hún er styttri með aðeins minni mótorum. Ég fór í þjálfun til Ameríku, American Airlines í Dallas og þegar ég kom heim þá flög ég þessari vél í 44 tíma og þá var þessari vél skrappað. Ég ætla að taka fram, það er ekki á mínum völdum sem henni var skrappað. Það fannst í henni rið eða corrosion sem gerði það verkum að henni var hent. Það var svo slæmt að það var ekki hægt að gera við það. Mér skilst það í dag, ef það myndi gerast í dag, þá var ég hægt að gera við það. En það var önnur tækni þá. Eftir það fór ég að fljúga 707 sem er eiginlega sami tékkurinn. Stærri mótora, stærri vél, skemmtilegri. Hún er jafn stór og 757, 189 sæti. Aðalega var þetta reyndar fraktflug. Við flugum, vorum staðsettinir í Tripoli í Líbíu og var þar af og til í næri 2 ár. Og það var fraktflug fyrir líbíska flugfélagið, Libyan Arab Airlines. Það var við flugum þaðan tómir alltaf og flugum svo með matvöru tilbaka. Annarkot kjöt frá Írlandi eða hænsni frá Belgíu. Við vorum með 42 tonn í hverri ferð. Eftir þetta þá fór ég tímabundið á DC 861, það var í pílagrimarflugi og síðan fór ég á 737, 200 og þegar því lauk þá skipti ég vinnu. 1. janúar 1989 fór ég til Atlanta og hélt áfram að fljúga 737 þangað til ég fór á 747-200 það var árið 1994 minnum ég og hef verið á þessum vélum síðan. Og er einhver einn sem er í sérstöku uppáhaldi, einn sem hefur orðið eitthvað heillaður af sérstaklega? Nei, mér fannst ég ætti erfitt með 707 á þessar vélar fyrst en það hefur náttúrulega ábyggilega verið út af reynsluleysi og ég myndi að það væri gaman að fá að fljúga 707 aftur, ég sé ekki fram á það muni gerast nokkuð tíman. Mér fannst náttúrulega gaman að henni svona þegar fram í sótti. Mér fannst líka gaman af DC-8 en hún var alveg, það eru mjög mismunandi flugvélar og það er að bera saman Cessna og Piper. Það er eiginlega sami, jafn
ólíkar og samt líkar, ef þið skiljið hvað ég á við. Og hefðu báðar margt til síns ágætis. DS-8 var mjög stór vél, og 250 farþega vél, 255 held ég. Og miklu stærri náttúrulega, og það kitlar mann svolítið að fljúga stórri vél, eins og þið vitið. Mér fannst gaman að þessum vélum öllum, ég var að segja það bara. En ég var með eitthvað sem ég ætlaði að spyrja. Já, hvað finnst þér svona mest reyna á hvað hæfileika reynir mest í flugmannsstarfinu? Já, ég veit það ekki, það náttúrulega, menn verða að hafa áhuga á því og menn verða að hafa flugdellu. Menn verða að hafa þessa neista í sér til þess að geta gert þetta. Það er ekki nóg, sko, það reyndar fagmennskan sjálf eða þetta handavinnan er atriði sem venst og lærist. Áhuginn, og ef að neistin verið hendi, þá verða menn góðir fagmenn, handavinnumenn. Svo kemur þetta hinn hlutin að þessu. Það er að vera góður í samvinnu. Ég sé voða flinka handavinnumenn sem er alveg óþolandi að vera með. Og þetta þekkið þið væntanlega. En það er þetta sambland af öllum þessum þáttum sem verður að vera í lagi. Og ég hef hort upp á, sem betur fyrir mjög sjaldan, ég hef hort upp á það sem andrúmsloftið í kokpiti hefur verið þannig að það er alls ekki safe bara. Það er svona, hver eru þessu ókosti sem að eiga ekki erindi inn í flugheimi sem að hugsanlega væri hjá einhverjum flugmönnum sem að jafnvel starfa við þetta eða þeir sem að undirlega starfa við þetta en fá svo ekki vinnu? Af hverju mönnum hafna þetta? Ég veit það ekki, það er náttúrulega, ég held að mönnum sé ekki hafnað yfirleitt út af klaufaskap, sko, að mann geti kunni ekki að fljúga. Ég held að það sé nú frekar andlega hliðin. Ef menn eru þekkti fyrir þrjósku og þvergirðingshátt, það er svoleiðis menn eiga ekkert heim í kokpiti. Og það er eiginlega það held ég sem, á þess að ég hef tekið þátt í að ráða menn, ég hef ekki tekið þátt í því í mörg herrans ár. Og það er mjög erfitt, sérstaklega margir sækjum. Og það er oft erfitt að svara spurninginni, af hverju réðu þið mig ekki? Og maður getur ekki sagt það að því að þú ert þrjóskur, frægur fyrir það. Það er svolítið erfitt að segja það, en það verður kannski að gera það bara. Það er heiðarlegra. Ég tala nú ekki ef að reyndar eru flugfélagin ekkert skyldu til að gefa ástæðum. Ef það væri ríkisflugfélag þá þurftu þeir að gera það. En það er ekki lengur í dæminu, sko. Eftir einhverjum skemmtilegum sögum svona? Já, ég man eftir fullt af sögum, en ég þori ekki að segja þeirra því að það er alltaf margir sem Getur þið sagt einhverju sögu af Einari? Einari, dæmis, nei, ég ekki samtidig við hann áður ég mætti þetta viðtala að ef ég segði ekki sögu á honum, þá myndi hann ekki segja sögu af mér. Svo nokkar kom upp í hugan, sko, og hugsa, nei, þessi gengur ekki, sko, og þessi gengur ekki, sko. Það er þannig, þetta er það lítil veröld, strákar, að það er ekki hægt. Ekki með góðu móti, sko. Og það er það að vera að liga að segja, sko, sem það er ágætt að liga. Menn verða að fá góðan svefn fyrir flug, það er aðalmálið. Og þið vitið þegar maður er að fljúga yfir til dæmis þetta síðasta flug sem við vorum að fljúga Madrid, Havana, sem er náttúrulega, það fer alltaf upp í 9,5 tíma á veturnar, á vesturleiðinni, ef mikill vindur er. Og þetta er náttúrulega ekkert rosalega langur tími og vissulega er þetta leiðilega langt. Mér finnst öll flug yfir 7 tíma löng. Og ég veit ekki svipað hjá ykkur til San Francisco. Jú, það er 9 tíma. Og þarna fer maður yfir, sko, frá Madrid til Havana ferum við yfir 6 tímabelti, held ég. 6 eða 7. Og þá náttúrulega, maður er í fínu formu þegar maður kemur yfir, sko. Þá kemur maður 10 leitið inn á hótel, sko. Og hittir mikið af flugleiðamönnum þarna í vetur, sennilega. Og það var ekki laust við það að menn færi nú kannski svona skrippu á pub. En svo var málið þetta, sko, að
að ná svefni fyrir flugið kvöldið eftir sko. Og það þýðir það að maður þurfa að sofa miðjan daginn. En ég var komið ákveðnar aðferði til þess sem kannski passa bara mér sko. Og ég vaknaði snemmi í morgunmat, var svo vakað, fór út á Laugar fram að hádegi og síðan fór ég bara inn og fór að sofa aftur. Þetta virkaði flott, þetta reddaði mér alveg sko. Af því að á bakaleiðinni, á miðju Atlantshafinu, þá kom sólin upp í augun á manni. Og eins og þau hafa kannski séð, það versta mómentið eftir langa vakt, það að fá sólin í augun sko. Og svo lendur maður ekki vinnu 3 eftirmiddag eða 2 eftirmiddag í Madrid sko. Þá er það búið að stela manni sko hálfum degi sko. Það sem maður vann upp kvöldið í Havana, maður þurfti að borga fyrir það daginn eftir. Og varst það eftir lengi að jafnaði eftir að komin til Madridara þegar það var búið að rugla? Nei, það var allt í lagi. En ég tók eftir því að maður fórum back to back sem við kallum. Ef ég þurfti svo að fara annað flug til Havana daginn eftir, það var miklu erfiðara. Þá var búið að rugla manni allt of mikið sko. Og það var dálítið það og ég skilst að það sé nú alveg löglegt. Það er þetta með löglegt og siðlaust. Okkur var illa við þetta sko. Til að segja frá hérna þessi muninum á 47, 200 og 400 og svona fljúa bumbu, hvernig það er að fljúa bumbu? Hún er voða svipuð og Cessna og hérna segja ekki Cessna heldur Boeing, já. Þetta til að byrja kannski 747, 400 er svipuð og... Já, 747, 400 er náttúrulega mjög svipuð gamlu vélinni, 100, 200, 300. Nema það hún er náttúrulega, það er alveg eins af fljúinni, hún handlar mjög svipað, heila nákvæmlegis. En náttúrulega það er einum færra í áhöfn, við erum bara 2 flugmenn í staðin fyrir við vorum með flugvélstjóra hinni. Þessi nýja tækni, sjálfvirkni öll, gerir það verkum að það þarf ekki á honum að halda. Ég var nú að tala við flugvélstjóra, gamlan kunningja minn sem hérna spurði hvernig mér líka á 400 og ég hef ekki laust við, ég hef móðgað kallinn þetta og ég sagði við hann að það sem þú sagst áður, það er komið klósett og það er búið að styrta þér niður, sagði. Það fannst honum alveg svakalegt maður, jæja vinur, fyrst þú vilt hafa það þannig, sagði hann sko, fór ég alveg mega fílum maður. Já, en hérna, jú, þetta er mjög svipað, en þessi sjálfvirkni og vinnuumhverfið er miklu betra. Vélin er aflmeiri en það er eldri og hún eyðir 15% minna eldsneyti fyrir sama payload. Hún reynda ber miklu meira. Hámarksflutastungi er 393 tonn og það þýðir það að hún er svona 110 tonna payload, sko, max. Allavega kargovélarnar, reyndar að farþegi velna með minna að þú kemur þessu ekki í hana sko, en hún er mjög skemmtileg. En var ekki miklu skemmtilega að hafa flugvélstjóra, svona upp á félagskapin? Það er náttúrulega þetta, það er einn kostur. Ef ykkur rekur við í koppininu, þá veit maður ekki hver það var þegar það eru 3. En ef það eru 2, þá veit maður hver er sökudólkurinn. Nice when you're having fun. Yes.